Ladies and gentlemen of the earth, we greet you in peace and friendship. We come from a planet far beyond this galaxy, a planet far more developed than Earth, but we come as friends. Our intentions are honorable. We desire above all things to help the people of Earth, to establish embassies here, and in the near future to set up reciprocal visits between Earth people and Canamites. Although we know your language, our own methods of communication are mental rather than verbal. Precisely why have you chosen this planet for your visit? It has come to our attention that Earth has been plagued by both natural and unnatural catastrophes, all of which could easily be acted upon and prevented. We are here to help you. Are we to assume that there is no ulterior motive? Well, there is nothing ulterior in our motives, nothing at all. You will discover this for yourselves before too long, simply by testing the various devices which we will make available to you. We ask only that you trust us. Only that you simply trust us. Perhaps you watched this initial questioning. Most people on Earth did. And surely some of the questions asked by your representatives must have been identical to more than a few of your own. Because as a race... We've licked the title anyway. What does it say? To serve man. I hope so. I fervently hope so. Please check your guest visas. This is flight number 267 from Earth to our planet. But it's an entire planet, bigger than China. Besides, it's an opportunity to spread peaceful coexistence through an entire galaxy. Stand aside, please. I have diplomatic visa. They tell me they have a mean temperature of 76 degrees on their planet, and the sun never goes down. It's just one big holiday when you get there. They've even got a form of baseball or something like it. Leagues and everything, just like we've got. And the whole trip, billions of miles, only takes just a few days. Oh, man, I don't think I'll want to come back once you do get there. And their clothing. It's a metallic substance, just beautiful, kind of like a spun gold. My sister wrote me. She says the day you land, they take you on a conducted tour of all their shops, and you can pick out as much of it as you want. We will be taking off in 3 minutes. Mr. Chambers, don't get on that ship. The rest of the book, it's a cookbook. Já, góðan daginn og velkomin í beina útsendingu til mín. Pétur Axelsson heiti ég og forsetaframbjóðandi. Mér fannst alveg upplagt að byrja þessa sendingu á skets úr The Twilight Zone sem heitir To Serve Man eða þjóna mannkyni. En að orðið serve man í enskunni þá serve líka að framreiða og það skemmtilegt að í þessum skets þá það decodurinn eða samsæringurinn sem að kemst að því að þetta var matreiðslubók, ekki bók til þess að þjóna mannkyni. Og Íslendingar, góðir víkingar, eru undir nokkurs konar galdri eða spell og það í raun verið að fara afskaplega illa með víkinga á Íslandi og Ísland sem sagt dregið af írska orðinu Ísu, ISSU, og því var skeytt saman í Ísland. Þannig að við heitum eiginlega Jesúland frá upphafi og víkingar svona ef maður les framhjá ruglkenningum Dana hvað víkingar eru og reynum að rýna bara í okkar eigin arfleið, þá var það þannig að konungar vildu, það voru fólk sem að taldi sig vera æðra öðru fólki og vildi gerast konungar.
og innheimta skatta með valdi eða ofbeldi. Og þá þessi hópur sem að við erum síðustu afkomendur af, sögðu, nei, það eru við sem erum kóngar. Og þannig að íslensk þýðing á víkingur, þið veitir að við í skandinavísku, við getum kallað við kóngar. Og Íslendingar eru gríðarlega sterk og auðug þjóð. Við höfum sterka arfleið og það eiginlega verið að ræna okkur allan daginn af arfi forfeðra okkar. Og það eru ýmis öfl á ýmsum tímum sem hafa gert þetta og við munum eftir kaþólska tímanum þegar þeir komu og vildu eigna sér allt land og voru með alls konar álatsbréf og vesinn til þess að marka sér landið. Og því miður þá erum við í dag í mjög svipuðum aðstæðum. Það eru öfl sem eru hreinlega að ræna landinu undan fótum okkar. Hefur nú þegar rænt auðlindum víkinga og það virðist bara versna og versna og versna. Og eins og í þessu litla Twilight skets þá þetta mikið orðaleikir og það mikilvægt að sá sem að gegnir embætti forseta að hann skilji þessa orðaleiki og sé ekki hluti af innrásarliðinu eða hertökuliðinu, heldur sé sannarlega einn af fólkinu. Einn af því sem að jafnvel elitan hefur trampað svolítið ræsilega á og einhver sem skilur orðaleikin og hefur einhvern veginn náð að krafsa sig út úr alifuglabúinu. Ég ætla nú ekki að hafa þetta 4 til 6 tíma samsæringa þátt, en þið sjáuð hérna á rásinu að það eru nokkur 100 ef ekki 1000 klukkutímar af því. En ég ætla aðeins að benda ykkur bara á örlítil atriði sem að styrkja þetta sem ég að segja og sem að koma forsetaembættinu beint við og breytingar sem ég mun gera þar ef ég nýt fylgis víkinga til þess að taka það embætti. Og þar vil ég benda allir bara á skattinn að sko forseti Íslands, á embætti forseta Íslands sem með þessa kennitölu með starfsgrein alifuglarækt. Það finnst mér voðalega skrítið og við vitum að í alifuglarækt þá þeir ýmist til í svona búrum og það var nú ekki vinsælt og þá voru þeir gerðir að svona free-range-börn. Og ég veit að margir Íslendingar sem ég hef verið í samskiptum við, þeir finna það er eitthvað ekki rétt í þjóðfélaginu. Og það þarf ekki annað en að horfa á myndir af Austurvelli á 17. júní. Þar sem að fólk hreinlega bara girt úti. Og fulltrúar valdstjórnarinnar sem hafa rænt öllum völdum á Íslandi og þess vegna vilja þeir losna við forsetaembætti því það svo mikill pirringur í kringu það fyrir valdaræningja að hér sem sagt alþingishús undir dönsku krónunni og hér eru það sem að fulltrúar valdstjórnarinnar hafa kallað þið eruð ekki þjóðin og núna nýlega var almenningur kallaði villimenn að þetta hinn blákaldi raunveruleiki sem við horfumst í augu við. Og þetta þjóðfélag sem að ég tel frekar neikvætt. Og núna nýlega var helgiathöfn á Þingvöllum þar sem að hreinlega var lýst yfir nýju stjórnkerfi á Íslandi og þar var engum boðið. Þetta svipað og Unum Santum í 1302 og menn segja að ertu ekki alveg bara búin að tapa glórunaxel. Það getur svo sem alveg verið og það væri vonandi því þá væri við ekki neinu vanda. En sönnunargögnin eru bara beint fyrir framan okkur.
hér fyrirbæri sem heitir Ark of Hope og svona arkir eru grunnstoðir ákveðnar trúkerfa, svipað hún samt 1302 og bækurnar hans Móses sem voru lagðar í svipað form. Og síðan hefur þetta þróast og orðið þetta Agenda 21 og komið til Íslands með heimsmarkmiðunum. Og þetta allt saman í fallegum litum og allt voðalega fallegt, en þetta mun leiða til þjóðfélags sem svipað og hungurleikarnir. Og þessi sértrúarsöfnuður sem núna við völd á Íslandi og sem ég mun þá væntanlega taka í hnakkadrambið á sem forseti, að þeir eru meira sér að fannir að vinna gegn bara almennu tjáningafrelsi. Og stjórnvöld, valdstjórnin íslenska, bara hreinlega komin í einhverja svona trúarlegar pælingar með þessum erlendu öflum. Ekki það, ég vil ítreka það að ég styð trúfrelsi og ég ekki að mótmæla trú þessa fólks sem að í þessum heimsmarkmiðum eða hvað þetta heitir allt saman. Hins vegar ég á móti því að þetta trúfélag sé með öll stjórnspilin á sinni hendi og að innheimta skatta með valdi eða ofbeldi sem ég skýrgreini sem glæp. Og þetta þessi vinna mín og menn spyrja að þú verður aldrei forseti og þetta allt saman bara tímaðisla og vitleys og allt það. En lýðræði eins og því lýst markaðstorg hugmynda og besta hugmyndin vinnur. Og þess vegna eru menn, einhver sagði að þú fær bara eitt atkvæði, það bara þú sem mynd kjósa Axel Pétur Axel. Þú mynd bara kjósa sjálfan þig. En það ekkert víst. Það getur vel verið að ég kjósa einhvern annan ef hann kemur fram með miklu betri hugmyndir en ég. Þá það bara frábært. Og þá mun ég bara hreinlega kjósa þann. Ég veit ekkert eða hana eða hvað það heitir. Það breytir engu. En það verið að loka hugmyndarleikunum. Og vil ég þá ekki sérstaklega athygla á því að hið svokallaða lýðræðisútvarp Íslands sem RÚV hefur aldrei haft samband við mig, ekki einu sinni til að spurja hvaða hugmyndir ertu með, þetta svolítið athyglisvert og ekkert, það bara ekkert verið að tala við neitt nema bara vini valdstjórnarinnar. Og þannig að ég hef lýst því hreinlega yfir að verði ég forseti, þá mun ég reka alla ríkisstjórnina á grunni 15. greinar stjórnarskrár Íslands. Og ég mun hugsanlega reka alla dómara líka. Það í 81. greinin aðferð til þess að reka alla dómara landsins líka. Og ég get afturkallað embættismanna, þannig að það mun töluvert magna embættismönnum tapa vinnu sinni, en þar eru þau að vinna vondverk. Og þannig að þetta eru hlutir sem að ég að meina og ég mun gera ef að þjóðin íslenski víkingar styðja mig til þessara starfa. Og ég ætla að fá að sýna ykkur þá stefnu sem að ég að móta og mun fylgja eftir. Það þessi víkingaflokkur sem ég stofnaði fyrir 1-2 árum og óskráður ríkisskattstjóri. Hann hefur neitað að skrá þennan flokk, þannig að það ekki félagafrelsi á Íslandi og það eftirtektarvert af valdstjórnin sem ég hef lýst yfir að ég ætla að reka eða breyta starfskjörum hjá, að það eru þeir sem að bregða fyrir mig fótunum. Þannig að ég komist ekki að í fjölmiðlum, í þessu svokallaða lýðræðisútvarpi. Það sambandi við að safna undirskriftum, það verið að búa til alls konar vesen með það fyrir mann. Þannig að það mjög erfitt að athafna sig í þessum aðstæðum sem eru núna. Og þannig að
ég vonast þó ekki sé nema til þess að fá viðtalsspil við hina víkingana sem eru eftir í landinu og reyna að hlúa að glæðum víkinga því það er mjög merkileg hreyfing og víkingar komum alveg bara með sína trú líka sem er ásatrúin og þannig að ég mun reyna að nota konseptin og ég byrjaði til dæmis þegar ég byrjaði með Frelsi TV þá var ég mikið í þessu frelsi allir séu frjálsir og ég var mikið í þessum mannréttindi allir þurfa réttindi en við vinnum mína að þessum fræðustörfum þá hefur reynilega komist að því að sá sem að krefst réttinda hefur tapað sjálfum sér að þeim að krefja eitthvað réttindi þá ertu búin að fela þeim aðeila valdi yfir sjálfum þér og frelsi eða krefjast frelsis er svipað og ef við tökum alifugla líkinguna aftur það er svipað og fuglar sem fá að hlaupa á gólfinu í alifuglabúinu að þeir eru kallaðir free range eða frjálsir fuglar þegar ég hugsa frjálsa fugla í íslenskri náttúru þá er ég meira að hugsa eins og lundan sem að bara bjarga sig sjálfur það breytir engu þótt að einhver bóndi degi í Húnadalssýslu eða eitthvað þar það hefur engin áhrif á lífslaup lundans hins vegar ef að bóndinn deyr í alifuglabúinu þá er engin til þess að gefa matinn og þá endar það með óskupum og ég ætla nú ekki eins og ég var nú búin að lofa ykkur ég ætla nú ekki að hafa þetta langt en það eru ákveðin öfl sem maður þarf að passa sig á þannig að ég eins og með alifugla munum nú í kvikmyndinni Dalalíf sem er snilldar listaverk þá þá félagarnir hleyptu alifuglunum öllum út sko. og það bara betur þeir allir svo dofnir þeir eru ekkert að fljúga eða gera neitt það er að því að alifuglar eru búið að kippa úr þeim flugfjöðrunum og þeir kunna ekkert að vera úti þannig ég átta mig á því að þessar hugsjónir mínar með sjálfsveldi ég vil þess að við myndum sjálfsveldið Ísland sjálfsveldið er dregið af sovereign sem er ákveðin lagaleg staða og ég vil að allir víkingar á Íslandi séu sovereign ekki bara elitan sem er búin að girða sig af og þannig að ég hvort sem að ég kemst að núna í kosninga 2020 eða ef ég næ kannski ekki einu sinni meðmælalistum bendi ykkur á hérna undir í lýsingunni undir þessu myndbandi er linkur þar sem ég geti mælt með mér allavega í umræðunar þurfið ekkert að kjósa mig og svo sé það er ekkert víst að ég kjósa mig ef það kemur einhver annar með betri hugmyndi þá hika ekki að kjósa þann en mér finnst og þess vegna hef ég með stutt Guðmund Franklin og ég hef aldrei talað slæmt orð Guðna hann er fínn kall ég held að hann sé reyndar í aðstæðum sem að hann líður ekki vel í ég held að hann sé alltaf góð mannvera til þess að vera í þessari stöðu en þetta er ekkert persónulegt og þótt að menn hafi einhverja flekki í fortíðinni þá ætla ég ekki að fara að taka þátt í að velta mér upp úr þeim þetta snýst ekkert það, þetta snýst hugmyndir þetta snýst framtíðarsýn og þetta snýst sjálfsveldi víkinga og að við töpum ekki landinu sem forfeður okkar unnu eða námu rétt að sagt og það þarf að gera þetta lagatæknilega rétt og ég var í Hagsmunasamtökum heimilana 2008 þegar allt var að reynja og þetta starf sem ég er búin að vinna síðan þá og er hluti af starfi mín í Frelsi TV var semst hugsað af mér til þess að undirbúa mig undir þegar allt hryndi næst því ég vissi að 2008 var bara svona stepping stone í leiðinni til helvítis þannig að ég kem mjög vel undirbúin að þessu starfi og ég vona að allir sannir víkingar heyri fagnaðarerindið og við fagnum arfi okkar sem víkinga
börn. Þá hef ég lokið þessum hluta sem er svona formleg kynning mín á mér og að ég sé komin í forsetaframboð. Það var nú bara einhver ágætur blaðamaður sem hringdi mig í góðum feeling og ég þakka honum fyrir það. Og hann spurði allar í forsetan og ég sagði já, ég ætla lýsti yfir á Harmageddon líka margoft. En það setti svolítið ferilinn í gang. Og við sjáum að lýðræðisútvarpið RÚV hefur ekki síðan en ástæð þess að fjalla það á neitt hátt. Sem að þýðir að sem sagt, samsæriskenning mín er orðin samsæri staðrind. Og núna ætla ég að svara spurningum. Þið getið sett þar inn hérna á spjallið við hliðin á þessar útsendingu eða undir henni hvernig er með þetta stilt. En mér barst hérna spurningar frá fréttatímanum fyrir í dag. Þeir voru mjög snöggir að svara. Ég baði mennum að svara póstunum þeir eru einu sem svöruðu tölvupósti frá mér. Og hann spyr mig hérna Jón Þór hvers vegna eða hví ákast að bjóða þið fram. Það er einfaldlega út af þessum hugsjónum mínum sjálfsveldið Ísland. Að við séum sjálfsvalda víkingar. Og í raun er mín hugmynd, hún hljómar óbúslega flókin í upphafi. En ég man þegar ég var heildsali í smá tíma í gamla dag, þá þurfti maður að fá heildsölu leyfi sko. Og þá var það svona alveg rétt og eftir sem að stórmarkaðnir þeir byrja allir að sniðganga heildsölunar og það bara lögðust heildsöluna niður og mínar stefnur í víkingaflokknum eins og með fiskveiði auðlindina og rafmagnsauðlindina og allt þetta sem við eigum alls saman þá hef ég einfaldlega sett saman hérna stefnu sem að er þess eðlis að auðlind deilt með öllum víkingum er hlutur hvers og eins og svo tek ég einhver dæmi hérna bara svona áttam á þessu og ef að þessi leið er farin þá er allir bara með í upphafi árs skriljónur í höndun og þeir þurfa ekki á neinar áhyggjur af afkomu og í raun er þetta bara svipað og þegar heildsalan er viðskiptamódel heildsalan dó af því að eina sem ég er að mælast til er að taka út milliliðin sem er að reynast okkur alveg svakalega dýr og er raun að sitja okkur á hausinn aftur og aftur og aftur og sitja allt í köku. Síðan er hérna önnur spurning frá Jón Þóri. Muntu nýta málskotsréttin í orkupakkamálinu og öðrum umdeildum málum. Sko, með þessari aðferð, til dæmis nú er verið að tala um að selja bankana eða selja Landsvirkjun, ég mun gangast fyrir því að hlutabréf bankana verður útlitað með sama hætti eitt hlutabréf ákveðin Íslending eða víking og þú getur ekki selt það þú bara átt hennar hluti í þessum banka og þá stoppar þetta menn sig að sópa upp hlutabréfin og verða eins og önnur spurningin hvað finnst þér einræði að það verði einhverjum svona einræðir sem er bara að sópa upp allar eigninar eins og er mikið í gangi núna og sama gildi með orkuna að Landsvirkjun og orkuauðlindirnar eru þá bara þessi Landsvirkjun deilt með fjölda víkinga og það er þeim hlutur. Þetta nú, hvað er ekki, cirka 330.000 íslenski ríkisborgarar þannig að þá tökum við þetta bara allt svona og deilum með þessari tölu og það er óframseljanlegt, þú getur ekki selt þetta getur ekki farið á markað. Hins vegar eins og með til dæmis fiskiauðlindir þar þarf náttúrulega að hafa einhverja skynsemi í því og það er margt skynsamlegt í kvótakerfinu að eyðileggja ekki hluti og þannig að þá væri sú tala breytileg en alltaf deilt með þessari höfutölu. Máttu smitt lækka bassan, já. Takk fyrir hérna hljóðmenn, lækka bassan. Hérna, já. Ég er ekki með neina tækni, nei, það er bara ég hérna á mixerin. En núna í sambandi við sjávarútveginn sem var nú eitt umdeildasta mál Íslandssögunar að þar mun ég beita mér fyrir því að fiskiauðlindir innan 12 mílna séu bara opnar fyrir alla víkinga. Og ég treysti sjómönnum og fiskimönnum sjálfum bara þess að sjáum það
Það er bara enginn að skipta sér að því. Og ef að sjómenn eru eitthvað ósáttir við vinnubrögð annars sjómanns, þá treysti ég þeim alveg til þess að tala yfir hausamótunum á einhverju slíku, sko. Og þannig ég hef engar áhyggjur, sko. Ég hef óbúslega trú á fólki og óbúslega litla trú á fólki sem er í svona leynifélögum og fleira slíkt. Ég er ekki hrifinn af slíku. Já, þriðja spurning frá Jón Þór. Hvað finnst þér sitjandi forseta? Ég var svo sem búin að svara því áður. Hann er settur inn af Bilderbergurum sem ég fjalla mikið og ég held að Guðni sé mjög góður drengur. Ég hef hitt hann og tekið hendina á hann meira sem. Það var þegar danski fulltrúi IMF var að segja hvað hann væri frábær með bjargað Íslandi 2008. Og það er nú ekki allir sammála það, þar á meðal ég. En ég held að Guðni sé mjög góður drengur og ég held að hann sé í aðstöðum sem hann líður ekki vel í. Og ég sá bara núna páska ávarpinu og þá sá maður yndislega mannesku sem að leið ekki vel. Og það er ekki gott að vera í þessum leynifélögum. Þið sáu til dæmis þegar hann var vígður inn í embættið. Þá byrjaði hann á því að hann var allur í þessum frímúrar að skrúða sem eru margir í. Og ef þið horfið á þessa athöfnu vídeó því þá sjáu að þetta er frímúrar athöfn. Ekkert á móti trú frímúrara en ég er á móti að þeir séu með leynifélög og blóðsáttmála sín á milli. Og eitt skýrasta dæmið það og meira að segja Hæstaréttardómari tók undir þetta með mér nokkrum árum eftir að ég greindi þetta að þegar að bankastjóri og Hæstaréttardómari eru saman í blóðbandafélagi lykildóm í verðtryggingamálinu og hann dæmir bankanum í vil þótt að allir sem kunna að lesa íslensku sjá að það stenst ekki að þá er það orðin kenguru dómstóll og þessi valdstjórn sem hefur rænt völdum á Íslandi, ég ætla ekki að fara út í það í dítil, að það verður að kominni frá. Það verður að stoppa þessa skipulögu glæpastarfsemi sem að valdstjórnin íslenska stundar í samvinnu og samstarfi við erlend glæpasamtök. Og menn eru núna með til dæmis áhyggjur af kvótakerfinu og með áhyggjur af strandveiðum og einhverju slíku. Sko, það er ekki langt í það að þessi erlendu aðilar sem allir með UNESCO sem er hluta þessu glæpabatteri, þeir eiga núna Þingvelli og Reykjanes og það er að tala að gefa þeim bara 60-70% af Íslandi. Og það er reyndar ekkert af þessu stjórnarskrá og það er náttúrulega það sem ég verið að halda fram að valdstjórnin íslenska sem eru skipulega glæpasamtök að mínu viti að þau þola ekki stjórnarskrána af því að hún er að trufla allt þetta og nú ef að einhverju fjölmiðlar hafa áhuga að ræða þetta við mig í einhverjum dítelum sem þeir hafa nú forðast mig eins og heitan eldinn flestir að þá er ég mjög tilbúin til þess og ég er mjög tilbúin að gera það bara á heiðarlegan hátt án þess að vera endalaust undir einhverjum svona fjölmiðla tækni árásum, sko. Delphi tæknin er notuð, gasljós tæknin er notuð. Ég kann allir þessi trikk, sko. Og það er bara mjög þreytandi þegar maður reyna að koma flóknum hlutum á framfæri að vera sífellt truflaður í einhverjum svona 5 ára krakka leikjum, sko. Og það er mjög þreytandi. En er einhverjar fleiri spurningar? Ég veit nú ekki eins og hvort það er einhverjir blaðamenn hérna eða hvort þetta bara gengið mitt sem er hérna mætt. En ef að einhverjar fleiri spurningar eru þá er ég tilbúin að taka þær. Ég ætla aðeins að bíða, það er delay, sko. Getur kannski að horta aðra bíómynd eða eitthvað. Ég er með fullt að góðu stöffi hérna, sko. Kannski ég pluggi bara meðan ég er að bíða eftir spurningum. Ef það kemur ekki spurningum alveg á næstunni þá mun ég slíta þessar útsendingum. En ég vil benda ykkur á að koma hérna á Axel Pétur á Besso 2020 á Facebookinni. Og hérna er hlekkur eða linkur á undirskriftalistan, meðmælalistan og með bráð vantar fleiri þar. Og hérna
þannig að ég komist allavega í umræðuna. Já, hérna kom spurning, takk fyrir það. Já, það er endurtaka spurningin. Já, hvað finnst þér að fá bara einræðisherra í staðinn? Sko, ég veit ekki hvort þið áttið ykkur á því að með þessari stöðu sem í dag, þá í raun einræði. Þetta hérna það sem ég hef kallað tvítismi og og það ekki einn sem ræður á Íslandi. Þetta svona hálfgerð mafía sem ræður. Hluta til þetta ættamafjur, hluta til þetta danskar mafjur og svo amerískar og Rockefeller, öll þessi foundation eiga sterka aðila hér á Íslandi. En það sem ég á við með tvítisma, og þessna það í raun svarið við einræði, að Alþingi fyrir 80 árum þá rændi Alþingi völdum á Íslandi. Og ég ekkert alveg sannfærður þeir hafi sleppt þeim síðan þá. En tvítismi snýst það að þú stýrir öllum hliðum hins svokallaða lýðræði. Sem þýðir að þú stýrir kosningunum, þú stýrir öllum þáttum sem sagt í pólitísku umhverfi. Tweed til dæmis stýrði stjórnaði og átti alla fjölmiðlana. Það var nú aðalega þarna í þessu New York svæði, sko. Þetta var nú hérna 1878, sko, þannig að menn ekkert að, eða 1800, 1900, svona 1850. Þannig að þessi trikk sem verður að nota engin ný trikk. Og í raun ríkir einræði á Íslandi nema það í höndum tvítisma. Og þeir eru búin að koma upp svona tvítkerfi á Íslandi þar sem að þeir telja atkvæðin, þeir stýra öllum fjölmiðlunum, þeir í raun eru einræðir á Íslandi. Og ástæðan fyrir því að það búið að tala mikið að gera nýja stjórnarskrá og það alltaf verið að tala niður forsetaembættið að þeir vita að forsetaembættið, í embætti forseta Íslands falið vald í allra augsýn. Og það þess vegna sem að þeir rændu völdum hann fyrir 80 árum, þingið rændu völdum. Þannig að það fordæmi fyrir því að þeir hafi rænt völdum. Og með þessum aðgerðum sínum núna, með því að tala niður forsetaembættið, með því að reyna að koma annarri stjórnarskrá sem að tekur þetta allt saman út, að þá þeir áfram einráða. Og íslenski víkingar verða bara alltaf fátækari og fátækari og enda bara með því að þeim verður sópa út í sjó eða eitthvað. Þeir ekkert landa eftir. Og það annað sem ég mun reyna að innleiða ef ég finn tækifæri til þess, að það að fólk geti numið land eins og var gert þegar við komum til Íslands fyrst. Og það til dæmis að ef þú átt hús í Grafarvoginum með lóðalegu samningum undir húsinu, þá getur einfaldlega numið landið undir húsinu þínu. Þá það þitt. Og því áttum að þessar hugmyndir mínar eru mjög róttækar, en þær eru lagalega tæknilega réttar. Það standast stjórnarskrá og þær byggja á visku og vísdómi víkinga sem eru mjög svipaður vísdómi í fagnaðarerindi Jesú Krists sem að við erum öll konungar. Og það var það sem Jesús sagði basically. Þegar prestarnir voru að segja, þú þarft að borga okkur skatt til þess að við getum talað við Guð og fengi fyrirgefningu fyrir þig. Þá sagði Jesús bara, nei, ég tala bara beint við það, ég þarf ekkert á ykkur að halda. Og þið sjáu hvernig fór fyrir honum í honan og ég var ekki krossvestur en þarna það svolítið vel að skriðtakla minn allan daginn og allt í lagi með það. Ég valdi að koma í fótboltaleikin en ég ekkert að kvenka mér undan því. En það getur verið mjög þreytandi. Já, ég ætla ekki að fara í spurningum korona, ég alveg til að tala það. Ég sagði ég sjá því cirka 10. febrúar, benti á að þetta væri hóks. Og það virðist vera að koma núna í ljós.
Þetta bara venjuleg flensa sem kemur reglulega tvisvar á ári sem að flensan kemur. Og tölfræðilega það einfaldlega að sannast. En hins vegar hefur þetta psyop verið notað til þess að ég reyna að fara ekki í dítela, en það hefur verið að nota þetta núna til þess að bara hreinlega, þetta mun koma í bylgjum og eftir að þetta kemur þá mun þú bara vakna í hungurleikunum. Það sem eru bara þessar stóru elítur hátt upp á himnum og engin millistétt og ekkert kontról og neinu, það er bara alræðisvald af þessari elítu. Það er raun einræðisherran, það er elítan og síðan bara allir rosalega fátækir. Þannig að þetta er skipulega aðgerð til þess að gera alla fátæka og það hefnaðist 2008. Allir svona venjulegir vikingar voru miklu fátækar eftir það og þetta mun bara halda áfram og þetta virðist vera misjafnast aðeins hjá þeim og það er mikið út af svona samsæringum eins og mér sem hafa verið mjög harðir í því að benda á hnökrana í þessum blönum og til dæmis COVID stendur fyrir Certified of Vaccination ID og hugmyndanar eru ef þú ert ekki með þessa þeir eru komin með tattoo sem vilja sita á fólk með góðu eða illu og og þú ferð ekkert út úr húsin nema þú sért með þetta eitur í æðum og undir alræðisvaldi þessara afla og það er alveg skelfilegt að sjá hvernig íslenska valdstjórnin hoppar á þennan vagn og ef þetta heldur fram sem horfir þá munu margir lenda á Núremberg 2.0 en þetta er að fer að hljóma eins og frelsis þáttur, þetta átti að vera framboðsspjall og það hefur engin blaðamaður meldað sig þannig að það er bara engin blaðamaður það er náttúrulega bara hann á fréttatímanum sem ég veit að er að hlusta frá fjölmiðli en ég vil ítreka við ykkur aftur kæru Íslendingar, kæru víkingar að kvitta á meðmælalistan minn ég þarf að sitja og sérstaklega út á landi norður, austur og vestur það gengur betur á suðurhorninu, það gengur betur að safna en ef þið er ykkur ættingi eða vini og líka mér vantar alveg hellinga á Suðurlandi líka þá megið þið alveg endilega smala í meðmælalistan fyrir mig en ég þakka ykkur fyrir komuna og vona að þetta hafi verið skýrt og ég hafi kveikt í þér með að fylgja mér á Besso 2020 nú ef þetta hefnast ekki núna þá kem ég bara 2024 og nú ef það hefnast ekki þá bara 2028 en allavega þá þakka ég ykkur kærlega fyrir komuna, verið sæl